Já, komiði sæl og verið velkomin í vikuskamt hérna við Rauðaborðið. Ég hér með góðan hópa fólki sem ætlar að ræða með mér fréttir vikunar og já, ég bara ætla að kynna þau hérna fyrir ykkur. Það fyrst hún María Hjálmtýsdóttir, kynjafræðikennari, ekki satt, framhaldsskólakennari. Jú. Já, akkurat, og kynjafræðingur, væntanlega. Já, ég bara búin að aðeins að lesa mig til það. Akkurat. Vertu velkomin. Já, þakka þér. Heyrðu, og Unnar Þór Sæmundsson, laganemi og margt fleira. Ýmislegt. Manneskja og margir hattar. Já, margir hattar. Manneskja með marga hatta. Vertu velkomin. Takk. Og það Margrét Lísa Gunnarsdóttir. Lísa Margrét Gunnarsdóttir. Nei, Lísa, Jésús minn, nú ég orðin þreytt. Í góðu. Við vorum að byrja. Lísa Margrét Gunnarsdóttir, formaður Lís. Þetta Lís, þetta svo Lísa Lís. Landssamtök íslenskra stúdenta fyrir þau sem það ekki þekkja. Takk fyrir. Þetta ætti ekki að vera tungubrjótur en var það einhvern veginn bara allt í einu. Ég meiri þess að kannast alveg við þig, þannig að þetta var alveg fáránlegt, sko. Heyrðu og síðast en ekki síst, Guðmundur Auðunsson, stjórnmálafræðingur og sérlegur fréttaritari Rauðaborðsins. Já, ég nefnilega skipti tímanum mínum á milli Íslands og Bretlands, þannig að ég oftast titlaður blaðafulltrúi fréttamaður samstæðurinnar í Bretlandi. Já, vertu velkomin. Takk. Ég var svo heppin að ég sendi þér skilaboð og sagði ert á landinu og þú bara varst á landinu. Já, maður verður að koma að taka lokaníkin í kosningabaráttunni. Og það kannski bara einstaklega gleðilegt vegna þess að það eru nýjastanna kosningar í Bretlandi, sveitarstjórnarkosningar. Nákvæmlega. Ekki satt, þannig að við kannski bara byrjum á að þú kannski upplýsir okkur aðeins hvernig þetta lítur út í Bretlandi. Þannig, ég að taka upp síma, ástæðan fyrir ég að gera það ennþá verið að telja. Já, akkurat. Og það tekur svolítið lengi að telja, kjörstaðir lokuðu klukkan 10 í gærkvöldi. Sumum stöðum byrjað að telja strax og öðrum stöðum ekki talið fyrir morgunin. Já. En þetta var þannig að það eiginlega sveitarstjórnarkosningar hverju ári í maí í Bretlandi, en það eru mismunandi stórar. Þessar voru frekar stórar, það eru 30 milljónir manna sem kjósa, það eru vel yfir helmingur sem að kjósa eitthvað. Þar á meðal voru þingkosningar í Skotlandi og Wales. Má ég spyrja einu? Okkur eru sveitarstjórnarkosningar hverju ári? Það sem þeir gera, það eru nokkrar ástæður fyrir því. Ein svo að sum sveitarfélög kjósa bara hluta af, menn eru kosnir til 4 ára en sumi skipta þessu, það bara kosin þriðjungur í einu. Sniðugt. Önnur kjördæmi eru allir kosnir og síðan eru það kosningar að það eru borgarstjórnarkosningar eða það að segja borgarstjórakosningar í sömum stöðum og svo eru til dæmis í London, þar sem ég bý með annað hótinn allavega, að þar kosið í hverfastjórnir. London búið til úr 32 hverfum sem eru mjög sjálfstæða stjórnir einingar. Raun og veru mikið af þjónustunni fer í gegnum þau, til dæmis bara svona klassík eins og sorphirða og svo framvegis. Og félagsleg þjónusta, jafnvel. En síðan yfirborgarstjórn London sem var ekki kosið núna. Þannig að þetta flækir þetta svolítið mikið en kosningarnar, svo eru kosnar á 4 ára fresti líka kosningar í á ríkisþingin í Skotlandi og Wales. Norður Írland aðeins flóknar en það ekki kosið þar núna, það eiginlega eina svæðið sem ekki kosið og þessar ríkiskosningar það að þeir eru með heimastjórn í þessum, og þær eru frekar valda litla miða við alríkisstjórnina, eða það að segja Londonstjórnina, en þær töluvert mikið, þeir meira að segja heilbrigðismál eru á höndum þessara landskosninga, Ef við hugsum Bretland, England, Wales og Skotland sem lönd, síðan ertu líka með svæðiskosningar, það að segja
það sem svona sýslur, ef við getum kallað það. Það kannski að koma á öðrum tíma heldur en, og svo ertu með borgarstjóra eins og ég var að segja áðan, til dæmis borgarstjóra London, borgarstjóri Manchester, borgarstjóra á stórum svæðum eins og East Midlands og þær eru á öðrum tíma. Þetta er voðalega flókið. En svo eitt sem svona sláandi við þetta, sama og í þingkosningunum, að þá eru einmenniskjördæmi í sveitarstjórnum sem að leiðir til mjög fáránlegra niðurstöðu í sveitarstjórnum. Taka sem dæmi hverfi, svona frekar ríkt hverfi í Suðvestur London sem heitir Richmond. Þau voru að kjósa bæjarstjórnarfulltrúan sína og þær eru allir koma frá einu flokki, Liberal Democrats. Þannig að, og þetta er ekkit óalgengt. Sögulega til dæmis í Liverpool og Manchester eru bara með, og mörg svæðin í Manchester eru með alla fulltrúana frá verkamannaflokknum. Það er reyndar að breytast aðeins núna og ég kem aðeins inn á það á eftir og ég til dæmis í mínu hverfi ég er í hverfinu Íling en síðan er með kjördæmi innan þess. Þetta er 3 manna kjördæmi en ég fæ 3 atkvæði. Skilur almenningu þetta bara? Ja, en það sem gerist ef ég fæ 3 atkvæði er það að flestir kjósa sama flokk með öllum 3 atkvæðunum. Þannig að það er oftar en ekki bara einn flokkur sem fær alla 3 fulltrúana í þínu kjördæmi. Og þetta eru svona leifar af því að það þekkja það flestir að Bretland eru einmenniskjördæmi. Til dæmis verkamannaflokkurinn er með stóran meirihluta á þinginu, þeir eru með yfir 70% þingmanna með 34% fylgi í seinustu kosningum. Af því að þeir voru langstæðsti flokkurinn, að þá þurrkuðu upp kosningarnar. Og einu undantekningarnar á þessu eru landskosningarnar í Skotlandi og í Skotlandi og í Wales. Þar eru einmenniskjördæmi, stór einmenniskjördæmi, en síðan eru þau með það sem þið kalla alveg svona landslista, þetta er svolítið eins og þýska kerfið. Það er að segja að þú ert með kjördæmi, það sem er kosin einn fulltrúi, en síðan ertu með lista, þannig að það eru alltaf fulltrúa frá öllum flokkum sem fá ákveði fylgi. Og það gerir það verkum að það er erfiðar að ná meirihluta á þessum þingum, nema það í Skotlandi að þar sögulega hefur í Skotlandi, fyrst var það verkamannaflokkurinn með meirihluta, núna er skoski þjóðarflokkurinn, sem er vinstri sinnaður flokkur sjálfstæðissinna, en þeir eru töluvert vinstra megin við verkamannaflokkinn í dag allavega, en í Wales hefur verkamannaflokkurinn verið við stjórn og unni kosningar í Wales fyrir yfir 100 ár, en núna eru þeir að tapa í fyrsta sinn í sögunum. Það er ekki búið að telja allt ástæðan fyrir að tóka á síman, ég er að skoða aðeins hérna. Ég er náttúrulega ringluð. Já, ég líka, ég skil ekkert hvað að gera þetta. Ég er bara bíti, ég veit bara að þú veist, já. Og það sem er að gerast er það að popúlíski hægriflokkurinn Reform, sem er svona miðflokkur þeirra Breta, hann er að vinna stórsigur og er stæðsti flokkurinn núna. Verkamannaflokkurinn er að hrynja, íhaldsflokkurinn er að hrynja, frjálslyndir demokratar sem er svona Viðreisn, kannski aðeins vinstra megin við Viðreisn í dag allavega. Þeir eru að vinna ágætan sigur, en það er svolítið svæðisbundi hjá þeim. Það er samfylkingin. Já, þetta er svona milli samfylkingar og Viðreisnar. Og síðan eru græningjar, er að vinna góðan sigur og sérstaklega eru þeir að vinna á í stórum borgum sem voru sem að verkamannaflokkurinn átti. London eru þeir að vinna. Það er bara búið að telja nokkur kjördæmi þar, þannig að þetta er alltaf smalast inn, en það stefnir í það að þeir unnu borgarstjóra í Hackney, sem er búin að vera í verkamannaflokksins yfir 100 ár. Þeir unnu borgarstjóran þar og Hackney er svona frekar fátækt hverfi. Það er járn í Newham sem er enn fátækara, sem er á svipum slóðum.
það Tottenham meðal annars, fyrir þá sem þekkja fótbolta. Ég man eftir Tottenham Hotspur. Já, og það er til dæmis svæði sem að verkamannaflokkurinn hefur verið svona venjulega 80-90% og þeir eru járna gegn græningum þar. En myndirðu segja þetta væri hægri sveifla eða vinstri sveifla eða fram og tilbaka eða... Þetta polarisering. Það sem að gerast það að verkamannaflokkurinn er búinn að færast það langt til hægri, að hann að tapa til vinstri, til græningjana. Er það Farage, þarna Nigel, hvað heitir hann? Er hann ekki þar? Nei, hann Reform. Og Reform miðflokkurinn þeirra. Það Keir Starmer forsætisráðherrann fyrir verkamannaflokkinn. Og það hann þeir eru að vinna mikið á að það sem þeir eru að taka mikið fylgi frá Íhaldsflokknum sérstaklega, sem að detta mikið niður í fylgi. Er það Sjálfstæðisflokkurinn? Það Sjálfstæðisflokkurinn. Ég það þýðir til íslensku. Það mjög fínt. Og græningjar eru svona eins og vinstrið hérna. Og hann færst töluvert til vinstri. Þá var hann vinsæll, sem mjög athyglisvert, vegna þess að þeir eru að þurrka upp vinstrafylgi frá verkamannaflokknum. Þó að sveiflurnar, þannig að sveiflurnar eru svona polariseringar, en það sem að gerast að margir vegna þess að Reform að taka marga fulltrúa frá verkamannaflokknum, þá hugsa margir, þeir eru verkamannaflokkurinn sé að tapa til Reform. Þeir gera það einhverju leyti, smávegis, sérstaklega með eldri kynslóðina, en það ekki aðalega það. Það sem að gerast það að verkamannaflokkurinn að tapa til græningja, tapa stórt, sérstaklega í hóku fólki. Íhaldsflokkurinn að tapa til Reform, þannig að þeir eru að fara upp og Reform á miðflokkurinn og það sem gerist, og verkamannaflokkurinn það sem gerist það vegna þess að einmenniskjördæmi að þá Reform að vinna mikið vegna þess að önnur atkvæði hægri vængurinn ekki eins klofinn og vinstri vængurinn, þar að segja, ef við teljum verkamannaflokkin sem valla hægt að telja vinstri flokk lengur, það eru vinstri menninnar flokksins. En nú kemur kynjafræði kennan upp í mér. Einhverjar upplýsingar að því að þú segir að þau sem eru til hægri fara lengra til hægri og þau sem eru til vinstri fara lengra til vinstri, höfum einhverjar svona kynjaupplýsingar þessa sveiflu? Það að sama og í nær öllum löndum, allavega í Evrópu og í Bandaríkjunum líka, það að konur mun vinstri sinnaðir heldur en karlar. Og kallar einmanna. Já, og kallar, það sem gerir það verkum, það ekki það að það séu. Þetta sérstaklega ávið yngri kynslóðina, en yngri kynslóðin almennt mun vinstri sinnari, allavega í Bretlandi, og það til dæmis, það mýta til dæmis í Bretlandi, að ungir karlmenn kjósi popúlíska hægriflokka. Þeir gera það kannski miklu frekar en ungar konur, en við erum samt að tala ungir karlar kjósa til dæmis græningja, eru 3 sinnum líklegri til að kjósa græningja heldur en Reform. En þeir eru ólíklegri kannski til að kjósa verkamannaflokkin en græningja, miklu ólíklegri. Þannig að þetta eru svona hreyfingarna, en vegna þessari einmenningskjördæma þá eru mikla sveiflur. Nýjustu tölur þá verkamannaflokkurinn var eitthvað með 2300 þingmenn, fulltrúa. Þeir eru búin að tapa tæplega 700. Reform búin að bæta við tæplega 900. Græningjar eru búin að bæta við sér tæplega 200 og Íhaldsflokkur búin að tapa vel yfir 400. Þannig að það eru mikla sveiflur. Það eru fylgisveiflunar aðeins minni heldur en þetta gefur til kynna, en það allavega ljóst að það stórtap hjá verkamannaflokknum, kannski sárasta tapið, það ekki búið að telja allt í Wales, en sárasta tapið það að tapa Wales sem að þeir hafa, eins og ég sagði, það hefur svona hjarta verkamannaflokksins í Wales að ef þeir tapa Wales þá orðið fátt eftir og þeir eru núna að fara að tapa Wales og þeir eru ennþá hanga á mörgum hverfum í London sem að þeir áttu London í seinustu sveitarstjórnarkosningum en þeir eru að tapa til vinstri þar aðalega. London til dæmis ekki að fara mikið á popúlíska hægri flokka eins og sést, það líka athyglisvert að til dæmis miðflokkurinn veikar í Reykjavík heldur en í öðrum sveitarfélögum hérna á Íslandi og það er
að svona þumalputtarregla í Bretlandi það að þeim fleiri innflytjendur sem búa á svæðinu, þeim færri rasistar. Já, það nefnilega þetta er bara það. Já, akkurat. Mestu rasistarnir eru í svona alhvítum bæjum, það sem 95% og þá sjást einhverjir kannski með brún andlit og þá þetta, þeir flæða yfir landið. Og svo skoðum maður töluna, 95% eru hvítir þessum bæjum. Þetta held ég að sé bara alheims vandamál. Já, akkurat. Bara takk fyrir þessa yfirferð, Guðmundur. Ég vona að ég hef geitt of löngu tíma, en því þetta svolítið flókið, þá var ég að gefa svona smá bakgrunn. Mér finnst það mjög áhugavert sko, því að en þú veist, það sem ég skil ekki alveg, hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þessi uppgangur í form? Þú veist, hvaða áhrif hefur þetta auknum fylgi eða hvað þú vilt kalla það? Og hverjir að kjósa það líka? Og hverjir að kjósa þessa gauðra? Þetta eru bara einhverjir fasistar á einhverju hoppi. Já, það sko, Reform eru svolítið eins og börguleiti eins og miðflokkurinn það eru allavega prótófasistar og fasistar innan flokksins en það eru líka flóttamenn úr íhaldsflokknum og við sjáum það sama hér og það eru margt þekkna meðal annars fyrrverandi forsætisráðherra íhaldsflokksins hefur gengið til liðs við Reform reyndar var hún fræg fyrir það að hafa rústað flokknum ásamt öðrum en Liz Truss hét hún endi styttra heldur en Kálhaus í embætti og margir ráðherra, fyrrverandi fjármálaráðherra og þetta eru þessir einstaklingar eru þetta voru til hægri í íhaldsflokknum en með mikið þetta bara tækifærismennska vegna þess að menn eru að flýja í sökkandi skip og það alveg hægt að sjá svipa hérna á Íslandi það margir flóttamenn og sjálfstæðisflokk sem hafa verið miðflokkin. Ég meina ef þú gengur í flokk sem byggir á fasískum gildum, þá ertu fasisti. Ég meina, hlutum getur samanlega um það? Það mikið af fasistum þar, en ég vildi ekki dæma alla kjósendur þannig. Það er að passa sig svolítið á því. Nei, ég er ekki dæma kjósendur, alls ekki sko. Þeir aðilar sem að fara og sækjast í stöður innan flokka sem að byggja á fasísku hugmyndafræði, að þeir hljóta að vera fasistar. Já, það eru, sko, til dæmis Reform að þeir reyna nú að ýta mönnum út ef að svona, þeir sem vestu, sko, frambjóðendur, það hafa verið frambjóðendur hjá þeim sem eru, sko, þeir komast upp með að vera rasistar, þeir vilja helst þessi hundaflautu, það er að segja að við vera svona með smávegis, svona, en venjulega þetta bara svolítið nakin rasismi, kannski ekki eins nakin og hjá makaliðinu í Bandaríkjunum, við Bretarnir svona aðeins penni. En það komið frambjóðendur sko þar sem að sko menn hafa farið inn í kjallara hjá þeim að þar eru sko bara skrín eða svona það eru sko bara nasista fánarnir og nasista memorabilia á veggjónum sko. Þetta er liðið sem þeir eru að safna að sér. Algjörlega. Það er alveg rétt hjá þeim. Þetta er svo sko maður svona alltaf að sjá einhver merki eins og það segir hundaflaut sko, maður svona reyna að spotta og svo er svo erfitt að ofta ná því. Það er ég verður ekki að segja þetta. Þetta er náttúrulega af því að það er fólki sem á að heyra þetta, það heyrir það sko. Já, og svo er þetta gaslýsa þessu eftir á, bara nei. Já, nei, ég sagði þetta ekki. Og þú paranoid. Það er svo erfitt að ná alltaf til sama fólksins líka. Þú veist, það er búið hundaflaut eitthvað og það er fullt fólk sem heyrir það og svo ætlar einhver að koma einhvern veginn og leiðrétta það. En það er svo erfitt einhvern veginn hvert fór þetta, hver heyrði þetta, hvernig á maður að beina réttum upplýsingum af þeim aðilum sem er í þeirra búblu. Getum við ekki fundið upp eitthvað svona kísuflaut á móti eða eitthvað? Cat whistle, það er eins og hérna En það er athyglisvert cat call. En það er athyglisvert að sko hundaflautundar þær geta gengið of langt og þetta er svolítið að fylgjast með þessum hjá miðflokknum hérna er það að þú ert með hundaflautur til dæmis í Kópavogi og Reykjavík og hjá varaformanninum sko, þeim er beisel að segja að hommar og lesbíur eru stórhættulegt fólk og svo framvegis. Í raun og veru segja aðeins á penni hátt og alltaf með prífixinu sko við höfum ekkert á móti hommum og lesbíum en ekki bara tala saman, má ekki við samtalið. Með fánana og það sem að menn eru sko búa til vídeo eins og þetta sko, þetta er aðal kosningamáli. Ásamt bílastæðum að einhverjum ástæðum hjá miðflokknum og svo eru aðrir sko skelfingulosnir sem eru svona meiri svona
eins og maður segir svona hægri framsóknarmenn sem enduðu einhvern í miðflokknum og þeir eru ekki sko, og þá eru þeir að koma með yfirlýsingar eins og Hornafirði og Ísafirði við erum alls ekki á þessu við kjósið okkur, við erum ekki eins og þau hérna fyrir sunnan. En aftur það er náttúrulega, en það er náttúrulega hérna hlutfallu innflytjenda frekar hátt. Já, nákvæmlega, í Ísafirði það er erfitt að fara í eitthvað frambóð gegn innflytjendum og svo er svona almennt er það að hvað þessar hundaflautur gegn hommum og lesbíum það eru transfólki sko. Það er verið að gera sko, það er verið að nota transfólki sem sleggju í raun og veru er alltaf verið að teygja sig meira og meira inn í það að sko ástæðan var andstæðan var ekki við að það væri verið að kenna börnum að segja börnum og þvinga þau til að verða trans í skólanum. Það var það regnbogafániðar og að það verið að kenna krökkunum hvað samkynhneigð sé. Sko, þá eru þau komin að næsta skref. Þeir byrja á transfóbíunni og næsta skref er það bara á homo- og lesbíufóbíunni og bara allt samkynhneigða Ég held að núna sé að það er orðið mjög mikið það, held ég þori ekki að fullyrða en ég held ég gæti fullyrt í hverjum einasta grunnskóla og frístundaheimilum og félagsmiðstöðum þar sem er einhvers konar hinsegin fræðsla að koma póstar frá foreldrum það að þau ætla að taka börnin sín og það er eins og þessi markvist nafnlausi póstar bara foreldri eitthvað svona og þá er líka svona við elskum alla og við viljum ekki láta taka einn hóp út og eitthvað svona ef við megum ekki senda börnin í kirkjuheimsóknir það verða að bera saman og búa til eitthvað en þetta er að poppa upp í öllum skólum og félagsmiðstöðum bara út allt myndi ég giska þetta er ég sé nefnilega miðflokkurinn er greinilega ekki í mínum markhópi sko, ég er ekki þeirra markhópur greinilega þannig að ég sé ekkert nema bara frá Atla Þór Fandal sem er mjög duglegur að posta frá miðflokknum hann hefur tjúnað eitthvað algoritman þannig að hann sér þetta allt akkurat ég er það hvítur millennial kallmaður sko ég fæ alltaf þetta áróður sko ég er bara af hverju ég fá þetta þetta er hvað meilið, hvernig losna ég við þetta drasl sonurinn einmitt segir mér frá þessu sko því hann er 17 ára sko og hann fær þetta og segir mér frá þessu sko þetta er markhópurinn sko ég er sko miðaldra kynjafræðikennari þú veist ég fæ ekkert nema vinstri og ég fæ bara svona hvern áttu að vera góð eiginkona hvern áttu að vera alveg kallmaður og ég held ég hef gert bara eitthvað vittlust í lífinu ég sé svolítið að mig frá miðflokknum og ég held að ástæðan fyrir því og ég er mjög ánægð með það ég fylgi síðunni þeirra og þá fæ ég þetta allt sjálfkrafa sko Ég fylgi því ekki og ég veit allt hvað miðflokkurinn í Mosfellsbæ er að gera. Þannig að það fær eitthvað. Það var líka mjög fyndið sko, allt í einu var mér boðið og ég var settur inn í einhvern svona lokaðan kosningarhóp hjá okkar borg. Ég var bara heppin. Ég bara, hvað er þetta? Hvernig þetta er einhvern hugum? Keep your enemies closer ég bara það hefur samt sko, það eru náttúrulega einhver svona hvað er það, svona security issues með Facebook upp á síðkasti þannig að stundum þegar maður býr til hópa þá er meta sjálfkrafa alla vinum þínum inn í hópa ég veit alveg hvað raddaði mér annars sko. Já, ok, þannig að þér var raddað yfirlegur að því Já, 100% sko Það hætti mér út sko Já, en bara svo vittra þá er þetta þetta hefur verið smá svona Já fólk hefur verið að lenda í því að allt í einu er bara Facebook að adda sjálfkrafa inn í hópana sko. Þannig að þetta var einhver umræða. En hvernig líst ykkur á sveitarstjórnarkosningarnar í Reykjavík? Við erum náttúrulega öll úr Reykjavík, þú reyndar fylgist með í Hafnarfirði og Víðar, þú ert náttúrulega kosningarnörd. Ég lærði þér úr stjórnmálafræði í háskólanum áður en fór í svona alþjóðshagfræði erlendis. En þú ert hagfræðingur fyrir Nei, ég er bæði stjórnmál og hagfræðingur, þannig að það Ég er sko líka stjórnmálafræðingur en ég er bara með BA-gráðu þannig að En ég það sem er verið að gerast er það að
ég nú var svolítið að fara að taka yfir sviði, þið þekki bara niður. En ég nefnilega verið svolítið á one-on-one, sko, venjuleg hérna. Ég þarf að venja mig við paneli. Já, við örgulega fáum þið aftur í vikunni til að fjalla svolítið nánar hérna. Já, þegar það búið að telja. Þegar það búið að telja. Ég er bara að segja kallsporðunum, þú fær 2 mínútur. En ég held að þetta er mjög spennandi kosningar hérna og það sem held ég eigi eftir að skipta sköpum svolítið það hverjir ná fulltrúum enn. Það eru í raun og veru, það eru nokkrir flokkar sem gætu dottið út og það gæti í verstafalli orðið svolítið svip og var í seinustu þingkosningum. Það er að segja að allir minnstu flokkarnir dettu út. Og það er í raun og veru, það er skárri í Reykjavík en þú þarft ekki þessi 5%. Þú getur sloppið inn með ef þú heppin allavega tæplega 4% fylgi. En það sem að skiptir máli er það að ef að það gerist, að því að það vil svo til að þessir minnstu flokkar fyrir utan Framsókn, sem búin að segjast eiginlega alltaf að fara í hægri stjórn, að þá eru hitt teljast kannski frekar til vinstri, hinir flokkarnir, flokkur fólksins, píratar og sósíalistar. Ef að þeir detta út, að þá veit maður ekkert hvað gerist. Það er ákveðin þreyta með samfylkinguna. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Meðan að þeir eru farið í hæstu hæðum með við þingkosningar. Það er búið að snúa við eins og samfylkingin var. Samfylkingin fekk sáralítið fylgi í þingkosningum fyrir svona 10 árum. En fekk alltaf mikið í borgarstjórn. Nú er þetta komið eiginlega öfugt. Það fylgi virðist vera að fara bæði frá hægri og vinstri sem er að gera skoldi í Bretlandi, svo ég vitni í það aftur, að það Viðreisn er að bæta við sig. Það er örugglega hægra fylgi frá samfylkingunni og vinstrið er að ná mjög sterkt inn. Það er vinstra fylgi byggið frá samfylkingunni. Þannig að ef ég á að segja það sem ég óttast mest, ég held að Viðreisn og Miðflokkurinn geti ekki unnið saman sem betur fer. Þannig að þó að það er ólíklegt að það verði CDM meirihluti, en ef að Framsókn kemst inn, að þá er möguleiki að það verði Framsókn, Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur. Og það er í skelfileg stjórn fyrir borgina. Og ég held að menn verði, þess vegna held ég að fyrir þá sem að vilja ekki að Sjálfstæðisflokkurinn komist til valda, en er með þreytt af samfylkingunni, þá mæli ég vara ég persónulega við að kjósa Viðreisn vegna þess að þó þeir séu mjög frjálslyndir og standi sér mjög vel gegn Miðflokknum gegn þessum hundaflautum, að þá er þetta mjög hægri sinna á flokkur og stjórnlyndir hægri og mikil einkavæðing og ég geti séð fyrir mér einhvers konar hægri stjórn í borginni sem að færi bara að byrja að einkavæða orkuveituna sem er bara skemmdarverk. Og ég meina Sjálfstæðisflokkurinn er svo flokkur sem hefur bara byrjað að tala fyrir því og svo sjáum við svo svaraði kosningaprófið RÚV að þetta ekki að einkavæða orkuveituna, maður byrju hver, þú veist, var einhver samfylkingarmaður sem svaraði þessu fyrir ykkur, þú voruð bara með Pétur Martins að svara svolítið fyrir alla. Þú veist, Þetta var mjög skrítið kosningapróf. Já, mjög. Mér finnst ofta erfitt að svara því, sérstaklega ein spurning sem var til dæmis, þú veist, þetta með þéttingu eða brjóta nýtt land og maður svona, eins og þetta sé einhver svona ósamræmanlegir hlutir, sko. Og það vantar líka svo mörg málefni inn í þetta. Já, algjörlega, sko. En mér samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn eru farin að máta sig saman. Það er öllum ljóst að fylgjast með stjórnmálum að þau eru búin að vera í hefi viðræðum og nú eru þau farin að tala í fjölmiðlum og eru bara að gera ákveðna skoðanakönnun meðal þjóðarinnar og eru að segja svo ekki fyrsti kostur, þetta er ekki okkar helsta val, við myndum ekki leita fyrst þangað, en þú veist við höfum séð þetta bara aftur að þau eru bara að máta sig saman og sjá hvernig þjóðin tekur í þetta og mér fannst til dæmis viðbrögð
þjóðarinnar einhvern veginn svona, nei, þetta ekki að fara að gerast. En ég meina, við sögðum það sama þegar Vinstri græn gengu í eina sæng með Sjálfstæðisflokknum. Og ég meina, hrunstjórnin var náttúrulega Samfylking og Sjálfstæðisflokkur. Já, þú veist, en kannski taka hann aðeins út fyrir svona einhvern svona taka hann til hliðar því að það svona kannski byrju óvenjulegar aðstæður. En hér eru ekkert endilega að díla við eitthvað óvenjulegar aðstæður. Nei, ég meina, það var stjórnin sem var völd þegar hrunið var. Þannig að það ekki... Nei, einmitt. En þú veist, þarna, þetta það sem að gerast. Þau eru að máta sig saman og ég meina, þau eru augljóslega búin að vera í mjög djúpu samtali. Já, náttúrulega Vísir var að spá því að Þetta bara, ég held að þetta sé líklegasti kosturinn að Sjálfstæðisflokkur og Samfylking fari saman. Ég held sé líklegasti kosturinn. Ég held það sem við erum að horfa fram á. Það ákveðin hætta á því að sérstaklega eftir nýja oddvitin hjá Samfylkingunni hægra megin í flokknum og það alveg ljóst og við getum séð fyrir okkur svipa, ég alveg sammálaður í því að það hægt að sjá fyrir sig svipa leikrit og þegar VG fór í stjórn með Sjálfstæðisflokknum að það reynt að búa til einhvers konar vinstri meirihluta, reynt að hægri meirihluta og þá segir Viðreisn og miðflokkurinn að þau vil ekki vinna saman sem ég sé þau ekki fyrir mér að vinna saman, þau hata hvort annað og þá bara ekkert eftir í þágu borgarbúa þá munu turnandi tveir sem að Samfylkingin ekki mikið turn Vinstri nú bara 4% á eftir þeim þannig að það ekki orðið tveir turnar lengur og Viðreisn ekki langt þaðan frá þannig að þetta ekki tveggja turnar lengur en það ákveðin hætta á þessu og ég held að margir það vita svo kannski flestir hvar ég stend í pólitíkar að ég held að margir vinir mínir í Samfylkingunni eiga að hugsa sitt mál og að kjósa til vinstri við Samfylkinguna að því við erum með frambjóðið hérna frá Pírötum að þá það betra heldur en að fara yfir allavega Viðreisn sem var möguleiki og svo þetta vinstri sem að ég er mjög hrifinn af. En svo vitum við náttúrulega líka að allavega núna síðast eftir síðustu kosningar að það var náttúrulega bara þvert hjá Viðreisn að vinna með sósíalistum. Þannig að það náttúrulega bara var skýr afstæða Viðreisnar að þau voru ekki á leiðinni meirihluta með sósíalistum og ég sé ekki, ég veit ekki, ég hef ekki heyrt frá þeim að þau myndu skoða þann kost núna en ég meina það ástæði fyrir að þau eru ekki með í meirihlutur sem núna En ég inni í skápnum með það ég á listanum hjá vinstrinu? Nei, ég held að geta allir googlað því Það var hlutin á borðinu Er ekki bara best að kjósa vinstri? Við hérna erum ekki í framboði Lísa, þú ert ekki í framboði Vilt þú kannski? Nei, já, ég er ekki í framboði Við Guðmundur er búin að fá sínar 2,5 mínútu Hvernig líst þér á þetta? Já, ég er búin að... Þú ert þetta nýkjörinn aftur formaður forseti Lís Já, ég er ekki í framboði Já, en ég er búin að vera svona smá óviss með hvað ég myndi kjósa persónulega, Ég er alveg á því að maður vilji, halda vinstrinu í borginni og ég er alveg sammála því sáu skoðanakönnunum daginn hver svona mesta traustið er til Sönnu sem bara stjórnmálamanns í borginni og ég er alveg sammála því. Ég var alveg til í að sjá Sönnu sem borgarstjóra. Ég sammála. Held hún væri flott í því en ég get alveg sagt, ég er svona smá óákveðin í því hvað ég persónulega mun kjósa en ég var að hugsa þetta í dag að því að þeir eru kannski búin að vera að fylgjast með þessu kofamáli í Vesturbænum finnst ykkur þetta ekki vera smá, þetta er nú ætla ég að setja mig smá álhatt þetta ekki pólitískt plott af því að það er bara hvað ætlaði að kjósa í ljósi að kofamálinu forræðishyggjan, ætlaði nokkuð að kjósa Samfylkinguna mér finnst þetta áhugavert Oktavía Svend Guðrún Jóns er að ég best veit búið að leysa þetta mál Er hún búin að leysa þetta mál? Allavega að svo stöddu. Hvernig? Hún borgarfulltrúi Pírata, ekki? Já. Heyrði að þessu, fyrir nokkrum dögum, gekk beint í málið og ég held ekki að fara með ráttmál því að segja að eins og staðinu núna að þá það leyst. Og kofinn er ekki að fara þetta meistaraverk. Þið heyrðu það fyrst hér. Ég held að Ótta hafi verið búin að setja Já, við skulum bara En má ég segja að því að við vorum að tala um hundaflaut og fasisma og rasisma og
Sönnu, ég held að það væri svo, sko, ok, ég veit að ég er í vinstrinu, en burt sér frá því, ef ég bara, þú veist, Maja, að sko, út af rasismannum sem í gangi, að hafa Sönnu fyrir borgarstjóra sem alveg svo bara Vigdís var forseti fyrir stelpur og þá gátu stelpur sér fyrir sér að verða forseti Íslands. Að hafa borgarstjóra eins og Sönnu, það líka svo flott fyrirmynd fyrir krakkana sem ekki hvítir. Skiljið? Það bara svo cool. Sem frambjóðandi hjá Pírötum, þú veist, Píratar hafa aldrei gert neitt sérstaka tilkall til borgarsins stóls, við erum að hugsa alltaf hluti, sko. Þannig ég er ekkert ósammála því að ég myndi alveg styðja þá hugmynd ef það væri í kortunum að Sanna borgarstjóri, sko. Og þess vegna er mitt líka bara kannski mikilvægt að Píratar fá einhvern stuðning að inn, af því að það augljóst að vinstri ekki að fara að hreinu meirhluta. Og bara hafa manneski sem þekkir rasisma og þekkir fátækt og þekkir allt sem við viljum berjast gegn. Algjörlega. Já, einmitt. En það er nefnilega athyglisvert að borgarstjóri London er brúnn og hann er svona vinstra megin við miðju í verkamannaflokknum af söður-asískum eða indverskum muslimættum og bara vegna þess hver hann að þá sko Trump búinn að vera á eftir honum sko svo lengi vegna þess hver hann vegna þess að hann táknum táknum það að þetta fólk, hvað þetta fólk að fara upp á dekk? Eins og Mamdani. Já, Mamdani. Hann er þetta. Hann er þetta, algjörlega. Líka bara sósíalisti, bara farið strax í, þú veist, að gangi í verkin. Gera það vel. Bjarga kofanum. Já, nákvæmlega. Ég held að Sanna gæti okkar verið Soran Mamdani, sko. Já, ég sé hérna að það uppfærsla frá Oktavíu Hrund. Það er verið að vinna fljótt og skilvirkt í að tryggja áframhaldandi tilveru þessa litla menningarýmis. Ég er vonandi með góða fréttir seinna í dag, segir Oktavía á Facebook. Geggjað. Fyrir 4 tímum, þannig að hérna Þið heyrðu það fyrst á samstöðinni. Nei, reyndar hérna á Facebook. Ég var reyndar búin að bjóðast til að hlekkja mig við hennan kofa, sko. Já, þetta er náttúrulega alveg frábært. Þau eru með þarna eitthvað svona listagallerí og Æðislega bara krakkar út að leika sér byggja kofa og eitthvað. Já, vantar bara fleiri krakka út að byggja í öllum hverfum bara. Hvað var þeim skóla, ennþá smíðavellir á skólalóðum? Ég veit það ekki. Einhver byggingarreglugerðir og öryggis? Já, sko dætur mínar eru náttúrulega komnar vel yfir 20 og hinn 30, sko. Þær voru í svona kofabyggingum, sko. En ég veit ekki hvernig það er núna. Já, ég bara hér með hendi þessu út í kosmosi. Já, þetta er náttúrulega mjög, það reyndar var svolítið vandamála að þyrfti eiginlega vera einmitt einhver svona staður þar sem við geta haft kofana sína. Svo voru skólagararnir, nú það bara fyrir konur eins og mig að rækta grænkál. Já, getur leiktir smá. En þetta ekkit börn lengur, voru ekki krakkar með þetta svo mikið? Ég alveg lengst á landi, sko. Ég var alveg upp á þeim tíma þegar menn fóru í skólagarðana. Já. Heimi. Og þá voru allir 12 ára krakkar og smíðavellir og róló, gæsló. Já. Við viljum meiri útiveru og svona uppbyggilega starfsemi fyrir krakkar. Já, bara meiri Jónótt og Jón Bjarna. Allir út að leika eitthvað og meiri kofa og meiri sjálfrekin listarými. Meiri Guðrúnar Helgadóttur æsku. Með spjaldtölunar. Minni bjúrokrasi í kringum einhvern kofa sem krakkar að byggja. Já, þetta var svo áhugaverð umræða því að auðvitað skilur maður eitthvað svona þau vil ekki taka ábyrgðaði ef eitthvað kemur fyrir en þú veist, þið fara ekki að rífa eitthvað listaverk, þú veist það sem að 90 eitthvað krakkar koma saman og leika sér úti. Þetta er, Frekar kannski að hjálpa þeim að gera það styrkja gólfi og svona. Já, bara tjekka hvernig burðarþolið og einhverja flísar sem eru að fara með ykkur en ekki bara við erum aðeins að setja hérna. Bara bjóðum lóðalegu samninga eða eitthvað. Já, það var bara svona verkfræðinga vegum borgarna sem taka út svona byggingar og laga bara það sem það er að laga. Og kenna þeim starffræði og eðlisfræði og burðarþolsfræði. Já, verkfræði. Þetta er geggjuð hugmynd. En það er gott að þetta komið í einhvern farveg. Ég hlakka til að sjá hvernig hún verður útfært. Þetta er learning by doing. Já, einmitt. Ég held að við séum öll fylgjandi barnalýðræði. Já, áfram kofin. Aldeilis. En heyrðu, eigum við að fara kannski næst yfir í stúdentamálum. Það var frétt sem að þið áttuð.
þátt í? Já, við vorum sérst að gefa út skýrslu, við sérst réðum hagfræðingin Nönnu Hermannsdóttur til þess að bara rýna svolítið ofan í hvað áhrif nýja námslánakerfið hefur haft á greiðendur. Af því að nú tók námslánakerfið Menntasjóður námsmanna við árið 2020. Stúdentarhreyfingin var með mjög miklar áhyggjur af þessum lögum á sínum tíma. Nú fólk byrjað að greiða og þar á meðal ég veit ekki, tóku þið námslán? Ég nýbúin að klára það. Línlán? Já, ég tók það fyrir síðustu aldamót. Já, einmitt. Það var I wish, ég vildi að ég hefði fengið lánakjörin þín, en samt þau eru ekkert eitthvað frábæra því að þú varst samt með verðtryggingu, en í nýja kerfinu þá tífölduðust vextirnir. Já, ég held ég að borga námslánin mín svona 7 sinnum. Já, algjörlega. Ímyndaði þér tífaldavexti í nýja námslánakerfinu. Svo er líka heimild í nýju lögunum sem það er heimild til þess að gjaldfella lánin. Það er ekki búin að borga þau 66 ára. Þá er heimild til að gjaldfella lánið. Já, og krakkar, við erum búin að vera svo lengi að reyna svona að fá eitthvað hljómgrunn fyrir því hvað eru alvarlegir gallar á námslánakerfinu. Það er loksins að takast og við finnum alveg samstarfsvilja inn í ráðuneytinu núna, en bara segja þessa hluti á mannamáli, þú veist, nú er vaxta álag á lánunum. Þannig fyrsta sinni, þú veist, yfir 70 ára pluss sögu námsstuðnings á Íslandi, þá er það lántakar sem bera ábyrgð á vanskilum. Þannig að þú veist, ef þú tekur námslán og þú deyr frá láninu eða lendir í vanskilum og borgar ekki lánið, ég tek svo námslán, að þá leggst vaxtaálag ofan á mitt lán. Ég borga fyrir lánin sem þú kannski greiðir ekki upp. Það er alveg galið. Já, ég veit að þetta er svona. Átti ekki bara að vera eins og í Danmörku þar sem að maður fær bara námsstyrki og... Það var nefnilega þegar þessi lög voru sett árið 2020 að þá var þetta kynnt sem bara styrkjakerfi. Nú bara lítum við átt til Noregs, þar er námslána og námsstyrkjakerfi og ef þú klárar námið á réttum tíma þá færðu 30% styrk. Hljómar er svo geggjur hugmynd og það var bara mikið rætt þetta og ég tók svona námslána því að mér fannst það hljóma vel, 30% styrkur. Það var minna að talað þessa tífalt hærri vexti. Þannig að þú veist, miklu hærra vaxtastig étur upp þennan námsstyrk og svo fyrir fólk eins og mig sem kannski kláraði námið ekki á réttum tíma, að þá er þetta bara mjög lélegt bílalán í rauninni bílalán eru ömulegt. Já, innpakka sem eitthvað geggja námsstyrkja kerfi og Ísland er líka það sem Nanna hagfræðingur kemur svolítið inn á í skýrslunum sem við gáum út sem er aðgengilega á bhm.is fyrir áhugasum. Þá förum við í norrænan samanburð bara hvernig eru námslána og námsstyrkja kerfin á hinum Norðurlöndunum og við sjáum það bara svart á hvítu að Ísland er með ívið verri vaxtakjör, það er þyngri greiðslubyrði, það er minni sveigjanleiki og við erum eina Norðurlandi þar sem þú getur ekki fengið námsstyrk án þess að skuldsetja þig. Þú veist, það er hægt að fá námsstyrk án láns í öllum hinum Norðurlöndunum og við vorum svolítið gaslýst stúdentarhreyfingin hérna á árunum eftir að þetta var hérna lögfest. Bara þetta er svo geggjað, verið þið ánægð með þetta og við vorum bara nei, þetta er hræðilegt. Það er bara óvissa með hvernig láni verður, hvað verð ég lengi að borga þessu, hvað gerist þegar ég verð 66 ára, þú veist, hvað er í gangi. Þannig að við ákvaðum bara að ráðast í þessa rannsókn til þess að fá bara dálítið góða greiningavinnu og Nanna Hermannsdóttir hún er lánasjóðsfulltrúi Sambands íslenskra nemenda erlendis og hefur verið að grúska í þessum málum bara í mörg ár og ætlunin okkar er í rauninni bara að koma með dálítið greinagóða vinnu og gögn til þess að byrja vinnuna við heildar endurskoðun á þessum lögum. Ég veit ekki, fyrir þau sem fylgjast ekkert rosalega vel með lánasjóðsmálum, ég geri það því að ég tók námslán og lenti illa í þeim, þess vegna fór ég út í stúdentapólitík, ég var bara svo reið og er ennþá reið. Það er nú ástæðan fyrir því að flesti fara út í einhverja aktivisma og svona. Já, þetta er ágætis hvati en það voru gerðar breytingar núna síðasta haust. Logi Einarsson ráðherra, hann kallar það sjálfur bara plástur á blæðandi sár. Hann gerði ákveðna breytingar á námslánum sem tóku gildi núna 1. apríl. Meðal annars að fyrir fólk eins og mig sem er bæði með línlán og MSN-lán, það mátti borga af einu láni í einu. Og þetta var ekki hægt fyrir 1. apríl sem þýddi það að sumir voru að borga 80, 90, 100 skall á mánuði og ekkert pluss 350 skall í leigu eða já, nákvæmlega og kannski að reyna að vera í námi og þú veist og vinna með það og kannski búin að eignast börn eða eitthvað sem þurfa að fara í leikskóla Þetta er athyglisvert vegna þess að þetta er svo setja þetta aðeins í alþjóðlega samhengi vegna þess að ég þekki svolítið til í Bandaríkjunum að þar er heil kynslóð fólks eiginlega 2 kynslóðir þín kynslóð, seta kynslóðan og millennials eru
eru í raun og veru sko, þau eru sko skólagjöld hafa stórhækkað í Bandaríkjunum og menn eru bara sko, menn eru að borga sko 100.000 á mánuði af námslánum. Fólk bara einfaldlega bara að sligast þar og það átti að fara að gera eitthvað í því en það var stoppað. Þannig að við verðumst fara í áttina bandaríska kerfinu sem hefur aldrei þótti fyrirmyndar hérna allavega í Evrópu. Og þetta er mjög alvarlegt af því að sko það er lögbundið hlutverk menntasjóðs námsmanna að vera félagslegt jöfnunartæki. En svo er líka annað sem svona raddir sem maður heyrir úti í samfélaginu með þegar það kemur sko til tals hérna kjarasamningar og svo ertu með sko já þetta háskólamenntaða fólk eins og það að hafa sko vera með háskólamenntun að það sé bara svona lúksus fyrir þig að hafa lært og gott þér og frábært en þú veist eins og sko það er ekki tekið með í myndina í umræðinu háskólamenntaða einmitt námslánin öll þessi blöngu námsmanna ár skerðing á lífeyris réttindum og meðan þú ert í námi og líka bara þú veist virði háskólamenntunar þú veist bara þú veist því hefur farið minkandi frá aldamótum. Þú veist, þannig að það hefur aldrei borgað sér minna að fara í háskóla nám. Já, og svo er bara anti-intellektualismi í orðræðinni með hægra megin. Þannig að maður er bara Birkenstock drasl bara eitthvað lið sem vil svo fá borga fyrir að hafa það bara úrslega næs og gera ekki neitt. Það er fæst frá því að menntun sé samfélagslegt gildi yfir í það að þetta sé fjárfesting í framtíðar atvinnu. Já, þetta er einmitt eitthvað sem er svolítið svona stórt umræðefni, þú veist, erum við bara, þú veist, á menntun að vera bara erum við að framleiða fólk fyrir vinnumarkaðin eða er menntun með samfélagslegt og mikilvægt hlutverk fyrir upplýst samfélag? Bara ef við ætlum að þykist vera þetta jafnrétti samfélag og allt þetta sem við ætlum að þykist vera og við bara köttum út alla þekkingu til dæmis í félagsvísindum, það er alltaf öll áherslu á svona raungreinar, starffræði allir þurfa að geta reiknað út kofan hann hvort hann hrynji eða eitthvað en þú veist, einmitt bara lesa stjórnmálafræðina söguna, félagsfræðina öll þessi fræði, bara hvað er í gangi hérna og ef það er orðið lúðalegt og allt og dýrt að fara í háskólanám í einhverjum hugvísindum og félagsvísindum þá náttúrulega erum við ekkert á góðri leið. Nákvæmlega. Það er einmitt á meðan vantar okkur fólk, þú veist eins og í okkur vantar leikskólakennara, okkur vantar grunnskólakennara, okkur vantar, þú veist. Talmeinafræðinga, þroskaþjálfa, þið veitir, iðjuþjálfa, bara. Ég verð að veikina, ég hef oft spáð í því af hverju fólk, þú veist, ég ber ómælda virðingu fyrir kennurum, leikskólakennurum og talmeinafræðingum, þessum starfsstéttum, sko. Eins gott fyrir þig. En ég hef oft velt fyrir mér hvers vegna fólk fer í þetta nám að því að það liggur fyrir að launin eru skítleg, sko. En það er einmitt, þú veist, á hvaða forsendum ákveður maður hvaða nám maður velur sér. Ég valdi mitt nám bara pjúra út frá því sem mig langaði, þú veist, ég fór í íslensku með áherslu á bókmenntir af því að mig langar aldrei að eignast peninga, þú veist, en ég var ekkert að spá í því, ég var bara hvað, þú veist, hvað finnst mér áhugavert, en ég er samt sko að spá í hvort forsendunar séu dálítið að breytast, er fólk meira að spá í hvernig get ég bara verið fjárhagslega öruggur setna meira á ævinni? Ég held að þetta sé eitthvað svona jafnvægi. Ég valdi augljóslega mitt nám af því að mér fannst það ógeðslega skemmtilegt. En ég valdi það líka því ég vissi að ég fengi gríðarlega mörg og mikil og stór tækifæri til þess að sjá fyrir mér og börnunum mínum, sko. Og búa gott heimili og fjárhagslegt öryggi, sko. Þannig að það er svona, ég ætla að valda mitt nám út frá einhverju jafnvægi. Já, akkurat. Svo er þetta líka bara alltaf svo kynjað en fyrirgeði, ég kem alltaf. En það er svo satt. Já, það er bara það. En er þetta ekki líka, sko, vandamálið er það að nú komum við að svona samfélagsgerðin, ég vil rekja þetta til samfélagsgerðarinn, vandamáli við að sko akademían hefur ákveðin hlutverk og hefur lengi haft ákveðið sjálfstæði til góðs og íls en sjálfstæði venjulegt til góðs en þó þetta hafi verið upphaflega sett til þess að mennta presta fyrst og fremst og lækna og lækna og lögfræðinga en það sem er að gerast er það að þetta vandamáli með samfélagsgerðina er það við þetta kapítalska hagkerfi sem við búum við að það markaðurinn er nokkuð góður að verðleggja verð á þjónustu
sæmilega góður, nema þegar að kemur að grundvallarþáttum eins og húsnæði og svo framvegis. Grunnþörfum. Og hann hræðilegur í því. En hann líka hræðilegur að verðmerkja vinnuframlag. Vegna þess að og taka sem dæmi að það sem er verðmerkt dýrast, það er að segja dýrasti vinnukrafturinn eru þeir sem að vinna við það að færa pening úr einu vasa í annan. Hefur sáralítið þjóðfélagslegt gildi. Til dæmis fjármálakerfið hefur það sem að þjóðfélagslega gildi fjármálakerfisins það er tvíþætt, annars vera það bara svona transaktional. Það er að segja vera með eitthvað kerfi, það er eiginlega sjálfvirkt, kostar voðalega lítið. Það er það að hjálpa þér að borga reikningana þína. Hitt er það sem er mikilvægasta hlutverk fjármálamarkaðarins. Það er það að veita sparnaði yfir í fjárfestingu og dreifa áhættu. Það er að segja að ef þú veitir 100 manns húsnæðislán og þó að það 2 eða 3 borgi ekki, að þá er allavega nógu margir sem borgi þar að ef að ég tek mína peninga og lána einhverjum persónulega fyrir húsnæði, að þá get ég tapað öllu. En ef að ég lána sem sé 100 manns, þá get ég bara tapað litlum hlut af því, en það er aðrir sem mun að borga mig tilbaka. Það er að segja dreifa áhættu og veita sparnaði fyrir fjárfestingu. Þetta er mikilvægt hlutverk. En þessi geiri er að taka kannski 30% af landsframleiðslunni fyrir þetta eina hlutverk. Og það að þeir sem vinna við þetta hlutverk, að þeir eru dýrasti verðmiðin þeir eru þeir sem eru á langhæstu laununum. Hvers vegna? Í raun og veru eru þeir ekki að búa til nein verðmæti. Þeir eru að dreifa áhættu og hjálpa til við fjárfestingar. Það er eina hlutverki. Svo metum við ekki virði ákveðina menntunar að verðleika og það er aftur mjög kynjað. Já, umönnunarstörfin. Það hefur nú verið vinna í gangi hjá allavega BSRB og eitthvað við endum þetta virði kvennastarfa. En það er þetta náttúrulega bara klassíska öll þessi störf sem að konur unnu ókeypis heima. Fóru svo að vinna og fá svona eitthvað skítu kannel fyrir. Við njótum það svo mikið að passa annað fólk. Við fyrir ekki að borga þeim núna. En svo gerist þetta líka með störf sem kannski áður voru mjög vel launuð eins og bara að vera prófessor. Leið og konur eru komnar í meiri hluta þar. Þá sjáum við kjararýrnun. Þá er þetta bara einhver Birkenstock, eitthvað. Og menntaskólakennarar voru mjög góðum launum. Þingmenn voru fyrst settir á laun menntaskólakennara. Af því að þetta voru talin svona með hæstu launum í þessum svona verðulega borgaralega samfélagi. Nú erum við bara heila þó börnin. Ég meina að kennarar í Luxemburg eru bara hálfnastett, Finnlandi, Suður-Kóreu. Bara búa mjög vel. Og bara mjög vel borgað því að þessi mörg lönd sem að bara meta virði þessar starfa rétt. Og hjúkrunarfræðingar og sjúkraleðar og fólk sem vinnur í öllum sem umönnunarstörfum er náttúrulega bara fáránlega illa borgað. Já, akkurat. En það þýðir ekki að háskólamenntun eigi ekki að vera eins virði heldur, þó að maður sé félagsfræðingur eða eitthvað fræðingur. Af því að þetta er oft sett svona einhvern veginn svona gegn hvort öðru, ég veit það ekki. Já, einmitt. Þetta leiðir okkur kannski yfir. Sáuð þið þarna mótmælinans Ódís hérna í Bandaríkjunum. Hann er í skóla í Texas. Texas, já, einmitt. Er það ekki listamaðurinn sem var með Samherja? Jú, þetta er Samherja listamæðurinn. Algjör snillingur, já. Þvílíkt pönk, elska það. En hann sem sagt, já, akkurat, þetta er eitthvað fyrir þig, Já, ég en hann sem sagt er í háskóla í Texas og þar er búið að banna kynjafræði. Jú, eins og víðar. Já, og mér skilst að David Bowie sé á bannlistanum. Já, það var einhver fáránlegur listi. Hann gerði svona vídeólistaverk, þannig að hann skaut Bowie upp á bygginguna, skólabygginguna. Bowie er náttúrulega genderbender, Já, hann skauti á merki skólan sem er þarna einhver staðar fyrir börn getur fyrir öruggast. Á kynjunum tveimur, Já, akkurat, já.
Svo hlær maður að þessu. Já, þetta er fórstillinguna bara. Fárleikin. Þetta er svo surrealist. Þetta er bara svo galið einhvern veginn. Að setja þetta í þessa flokka og bara, þetta var skoðun, mín skoðun. Nei, þetta er bara líf og öryggi fólks. Við sem að ræða þessa pólitísku hugmyndafræði, bara, hvað meinar þau? Svo líka, þú veist, ógeðslega mikil tortryggni alltaf í garðin, svo hafið séð, þú veist, dragdrottningar sem að lesa fyrir börn á bókasöfnum og fólk er bara, hvað eru þær að lesa fyrir börnin? Bara því að börn kunni ekki að lesa. Nei, þú veist, bara, af hverju eru þau endilega að lesa fyrir börn? Hvern annan ættu þau að vera að lesa fyrir? Það er bara ekki sama hver er að lesa, sko. Nei, en þú veist, þetta er, þú veist, eins og sé ykkur svona innræting í gangi, þetta er bara krúttlegt moment. Dragdrottningar að lesa fyrir börn. Óli sá svo, þú ert trans. Já. En það ég held að vandamáli líka það, sko Bandaríkin eru sko komin sko eru algjört rugl. Ég þekki það mjög vel, kona mín bandarísk og börnin mín hafa verið í námið þarna og ég var í námið þarna sjálfur og sko þau hafa breyst mikið síðan ég var í námi og það sem að virtist hafa gerst til dæmis rétti til samkynhneigðra, þau stóraukust og svo kemur bakslægið og þá bakslægið verður sko verra heldur en það hafði verið áður og við vorum búin að leysa þetta mál á Íslandi. Það talaði enginn fyrir 4-5 árum hefði engum dottið í hug að setja sig á móti hinsegin fræðslu í skólum. Þetta er byrjunin. Þetta segir okkur líka hvað þetta er brothætt. Munið líka eftir því það kom einhvern tímann þá var eitthvað í tengslu við sveitarstjórnarkosningar, ef ég man rétt, ég samt kannski að bulla, en tengið sveitarstjórninni, að þá voru fulltrúar, hvort að það var ekki framsóknar, sem voru eitthvað að setja út á það að það yrði veitt leyfi til að byggja mosku einhver lóð það fór alltaf á hliðina og Sigmundur Davíð sem var þá held ég formaður eða eitthvað hann bara lét ekki ná í sig var það ekki framsókn og flugvallarvinir einmitt það var allir bara eitthvað, núna er þessu bara veifað alveg, það myndi allir þóra að segja þetta þannig að bara það er bara að vera að prófa sig áfram þetta gengur alltaf lengra og lengra skref fyrir skref og hér eru við flytja eins og late stage capitalism frá Bandaríkjunum sko. Þetta er bara það sem er að gera þetta er bara einflytja inn bara já, ég meina þetta er bara hnignun samfélagsins þarna og við erum bara að horfa á samfélagið þetta bara brotna í spað og við ætlum að flytja þetta inn hér þetta er svo margt sko, ok, maður er svo hræddur við þetta mér finnst þetta fáránlegt, mér finnst þetta hlægilegt mér finnst þetta hræðilegt, þannig ég er hrædd ég er hissa, ég er reið ég er bara að þú veist, mér finnst þetta er svo surrealist að ég veit ekki einu sinni bara hvar maður á að byrja. Nei, algjörlega. Við höfum svolítið fundið þetta í druslugöngunni. Já, þú náttúrulega hefur verið að skipuleggja hana. Já, og þegar ég byrjaði fyrir nokkrum árum að þá var þetta bara svo sjálfsagt mál. Allir ótrúlega bara uppfullir af stuðningi og þú veist, og þetta var ótrúlega bjartsýnt og ótrúlega gott og heilandi bara að taka þátt í þessu, bara sem þolandi kynferðisofbeldis, þá var þetta bara fegur og bara næs og ég fór alveg svona að hugsa býtu, það kannski þarf ekkert að ganga þessa göngu lengur. En svo, þú veist, í fyrra og hitti fyrra þá hefur við alveg fundið fyrir þessu, þú veist, það hrópaði okkur og þá hrækt á eina vinkonu mína fyrir 2 árum núna eða eitthvað þegar við vorum að kynna druslugönguna í Kringlunni og við erum alveg að finna bara eitthvað svona, ok, það er bara ennþá meiri ástæða til að halda áfram að ganga og vá hvað svona þau réttindi sem nást eða einhver svona hugarfarsbreyting er fljóta að ganga tilbaka ef maður heldur ekki áfram að djöflast í því. Þetta er svo brothætt. Já, það hræði mig. En maður verður bara að halda áfram að vera reiður. Ég finn það líka bara eins og sko, ég byrjaði hvort það var 2012 eða 13 með kynjafræði sem var áfanga í menntaskóla og andrúmsloft, sko, ok, nú er þetta reyndar orðin skyldu áfangi, þannig að maður fær fólki sem hefði aldrei valið þetta. En ég, sko, já, bara kennsluefni, maður hefur þurft einhvern veginn, það er algjörlega búið að sko morfast yfir eitthvað allt annað, maður þarf að nálgast þetta allt öðruvísi, maður er með allt annu viðhorf í hópnum gagvart þessu og maður finnur þetta bakslag bara live í kennslustofunni. Það er þarna bara. Ert þú að kenna þess að er þetta skyldukúrs? Já, í sumum skólum sko. Þannig að þú færð inn líka fólk sem að kannski er ekki
Ég fæ fólk, já, ég í orlofi núna, það rosalega góðu vitur til að vera í námsleifi, maður þarf að hvíla sig. Já, þetta kannski bara að lesa upp fyrir ykkur post frá Ódi sem að hann segir ég vil deila með ykkur hvað klikkaðar aðstæður eru hér í Texas. Háskólinn minn, Texas Tech, hefur bannað kynjafræði og lokað deildum innan skólans. Einnig bannað að kenna málefni sem tengjast kynjafræði á nokkurn hátt eða hafa að gera með kynhneigð. Í þokkabót voru nú nýlega setta reglur hvað nemendur mega rannsaka eða skapa. Til dæmis Elsa úr Frozen, Rómeó og Júlía, Moby Dick og David Bowie á bannlista skólans. Þetta eru örfá dæmi. Fólk þorir ekki að stíga fram á mótmæla vegna þess að menntun þeirra eða störf verið sett í hættu. Sjálfur hef ég mótmælt þessari skerðingu á tjáningafrelsi og mannréttindabróti með því að varpa regnboga og þekkt kennileiti á kampusnum og David Bowie á einkennismerki skólans. Þetta er það sem ég var að reyna að lýsa hérna á. En hann setti þennan post held ég á Instagram og þetta hefur svona verið víða Facebook líka. Er það dikkið í Moby Dick sem er bannað? Ég bara bara Moby Dick. Ég er bara Frozen. Hvað gerði Elsa? Frozen. Ég held að var þetta ekki, þetta var svona álitin svolítið svona feminísk mynd, af því að þarna er sem sagt kona sem bjargar annarri konu. Það er venjulega karlmaður sem að bjargar konunni, en mér skilst það allavega. Það þurfti nú yfirfara eitthvað aðeins. Ég er alveg á því að ég myndi alveg vilja banna Frozen bara í höfu, en sko ég á alltaf forsendum. Ég á þrjá dætur sko. En ég er búin að fara í gegnum 3 tímabil. Ok, banna hvolpasveitina, banna. Allt sem mér finnst pirrandi. Og svo fikk ég strák og ég svona, ég er starfsles og eitthvað. Þannig að ég er... Svona kynjað uppeldi hjá þér. En er hann líka að horfa á Frozen? Já, ég er svona, ég leifur að stjórna þessu bóla sjálfur, sko. En hann kemur með alls konar heim úr leikskólanum, það er alveg áhugavert, sko. Já. Alls konar hlutir, hvað hann farir að bíla áhuga. Maður fær samfélag heim til sín utan frá, sko, og maður sé að reyna að gera hana. Mjög, að nú er búin alveg 3 stelpur, sko, og svo kemur strákurinn og ég bara legg mikið upp þau fá bara að vera þess að þau eru, ég er ekkert endilega ít einhverju sérstöku að þeim, og ég er bara engan áhuga á bílum eða gröfum eða eitthvað svona kjaftaði, sko. En svo bara allt í einu, er hann bara heldingin af þessu og fótbolta. Samfélagi sér þetta, þú þarft ekki að hafa ágjur. Fótbolta er leiðilegasta sem ég bara hef á æfuminni hort á, sko. Ég á einn strák sem að uppáhaldsdótið hans var dúkkur. Hann bara elskaði dúkkuna sína og meira segja hann var nýbyrjaður í skóla, þá var einhver sjónvarps, einhver svona morgunþáttur í Bretlandi sem að þau voru að tala við krakka og hann sagði og spurði hvað er uppáhaldsdótið þitt og hann sagði Rafiki, dúkkan mín sem að fekk frá Tansaníu, svona tuskudúkka, svona brún tuskudúkka og hann var voðalega, hann sagði þetta uppáhaldsdótið mitt. Svo bara búin að vera 2-3 ár í skóla þá hvarf og það segir mér enginn það að við varum ekki að taka dúkkurnar frá honum heima. Þetta er félagsmótunin sem félagsvísindin þurfa að fá að halda fram að kenna fólkjum. Þetta er áhugavert, sko, og dapurlegt eiginlega. En ég veit ekki, þú ert með einhverja fréttir, er það ekki Unnar? Þú varst að segja mér það Já, ég meina, ég sá bara rétt árin kom, þá sá ég að koma ný frétt að veri tilbúin, eða ég allan í það minnst að verða til ný lög rannsókn á Bakkakoti. Og sem er ánægilegt örugglega, ég hef ekki séð þetta, en lögmenn hinir strákana hafa sem sagt fóru á einhvern fund. Og við erum sem ég fannst leiðindur óþægilegt, sko, að því að þeim sé boðið á hana fund svona sérstaklega, því það eru allavega 2 og farnir frá þeim, sko. Og þannig ég svona eitthvað, finnst þú hvort það er einhvern veginn rétt stjórnsýsla, sko, það er að bjóða, við erum gagnaðilar í bótamáli, sko, þannig ég svona, en lögin eru allavega virðast vera tilbúin, loksins, svona einhvern veginn ótrúleg tilviljun, korter eftir að ég séima þau í podcasti fyrir að
alltaf býða með þetta fram með kostningar, sko. Já, það er podcasti sem ég var ekki búin að hlusta á. Ég sá hins vegar Þú ert alltaf að seima í podcastinu. Já, ég meina, þú veist, ég er bara, þú veist, búið í podcasti, ég er bara, já, let's go, sko, þú veist, og hérna bara svona svolítið að varpa ljósir í allt rugli sem bara gangi kringum þetta, sko. Fyrir þau sem ekki vita, þú ert einn af bakkakotsdrengjónum, einmitt. Og hérna, og ástæðan alltaf fyrir því ákvaða að lokum að bjóða mig fram, sko. En þú veist, ég ætla að draga mig tilbaka, sko, ég var búinn að bjóða mig fram, sko. Og hérna, svo í hvaða sæti ertu hjá Pírötum? Fjórða sæti, já. Og hérna, en já, ég menn það er ánægilegt þessi lög sé að koma, en þú veist, það þarf einhvern veginn alltaf að hlaupa í fjölmiðla til þess að fá eitthvað fram, þú veist, að hverju bara gera þetta almennilega, sko. Það heldur eftir kostningar. Einmitt, ég bara, og svo líka að kalla lögmenn eitthvað fundist, hvað, að því þetta fólk er svo gott, eða, þú veist, að því að Kristín Frostadóttir, hún er bara að preita fólki þarna, til þess að skreita sig með okkar fjöðrum, sko. Settu bara samráðsgátt, hvað meinarðu? Og okkar lögmaður kemur bara til með að gera athugasemdir þar. Þannig að þetta er svona, en ánægilegt þessi að koma og fyrir kosningar, allan að búið svona. Þannig að já, þetta er... Betur en að það kemur ekki, en samt svona frí. Svo eftir að sjá hvort það komi sko inn í samráðsgáttina, haldið sér leyndu eitthvað. En auðvitað er þessir bavíanar lögfræðingar sem ég var með þarna undan, sko, búin að hlaupa með DMBL, sko. Ekki fyrst skipti. Það er sem að vera reiður og fara í aktivisma, sko. Það er sameiginlegt. Já, akkurat. Ég elska aktivisma, sko. Við tengjum öllu við það, er það ekki? Ég held ekki að ég tekið þátt í flestum aktivisma þó ég myndi ekki sem trúa málstæðin. Ég elska aktivisma. Já, bara þú ert bara maðurinn sem vill vera í... Þetta er bara fuck the system, ég elska það. Þetta er svo brjálæðskið. Vitum við að við ringjum í þig? Það er mannbætandi. Ég fæ mjög oft símtöl frá aktivistum. Heyrðu, hérna, ég veit ekkert þetta. En bara ok. En ég til þetta, bara, við ætlum að brjóta ykkur kerfi. Svo eitthvað viltu vera á sæti í flokki? Já, ég skal vera. Ég reyndar alveg, ég fekk sýndur frá flestum flokkum, sko. Já, það reyndi allir að bóta mig, sko. En ég bara hef búin að vera pírati í 10+ ár og bara búin að vinna mikið innan flokks og hérna, þetta kom ekki til gæðina, sko. Finnur þið þar? Já, það er mitt heimili í stjórnmálum, sko. Það er bara, ég vona að þetta gangi vel. Við náttúrulega höldum öll með ykkur. Já, þetta fær ekkert að deyja, sko. Nei. Ég verð vakinn og sofin yfir þessu, sko, þangað til að þetta er í höfn, sko. En þetta kemur inn á, svo tengjum þetta aðeins við, til dæmis umræðuna sem við vorum að tala um háskóla og þætti eins og kynjafræði og svo framins. Hluti af þessu ofbeldi sem að var, sko, sem kom fram í samfélaginu og var vegna bara ákveðna samfélagslegra galla sem að voru blásnir upp. Við getum tekið mörg dæmi þetta, til dæmis það er þetta að taka dæmið sem bara frá stríðsárunum, ástandið. Já, og Kleppjárnsreykja og svona. Já, og hvernig var farið með ungar konur og sko hvers konar. Og þarna ertu með ákveðið svona undiröldu í samfélaginu sem að með því einhverju svona karismatískum leiðtoga er bara dregin upp. Og ef að við rannsökum ekki þessa þætti út frá félagsfræði, út frá kynjafræði, út frá og svo framvegis að þá heldur þetta bara áfram. Og þetta er okkur að svona rannsóknir er það sem að menn þegar að vera að skoða einhverja svona sem að bara samfélagsgalla að það er það sem að þessir svona populísku hægri menn vilja hætta að gera vegna þess að það má ekki tala um þetta, það má ekki tala um rasism, það má ekki tala um þrælahald eins og í Bandaríkjunum. Það má ekkert lengur. Þetta er svona stuðandi fyrir fólk í dag. Öll þessi gagnrýnu fræði, critical race theory og öll þessi gagnrýnu fræði sem er að gagnrýna samfélagsgerðina, þið vitið, og kerfin og valdasystemi og allt þetta, það eru þessi sem er verið að banna. Það er þessi fræði sem er að tala niður og það eru fræði sem að ég finn ekkert að nemendur sé eitthvað sérstaklega hvattir hérna menntakerfinu til að sæki. Það er bara einmitt að því að já, þetta finnst mér áhugavert, ég fann þetta og fór þangað
en það ekkert haldin einhver ráðstefna í Laugardalshöllinni eins og með einhverja STEM-greinar, bara félagsvísindi og þau veitir, hugvísindi. En hugsið ykkur bara þessi til dæmis stóra rannsókn sem var gerð á ástandsinu. Ef að þetta ekki verið gert, sko við lærðum alveg rosalega mikið, við vorum að horfa í spegil, þó þetta hafi gerst fyrir 80 árum, að þá erum við að horfa í samfélagsspegil. Og svona rannsóknir það hjálpa okkur og hjálpa okkur til þess að reyna að vinna okkur út úr svona. Já, en svo sér maður núna, eins og ég og stórskrýtni algoritmi minn á TikTok, ég fæ fólk sem þú veist, bara miðflokksmegin í tilverunni, sem eru rosalega mikið bara, það þetta tal sko, ég er sem ekki fórnalamb, þetta, þegar maður bara við erum að rannsaka við sjáum bara að það er bara kynslóðatráma og alls konar þetta og áfallasaga og þetta hefur áhrif á og það með þetta reiknað út í tölum hvað það kostar okkur. Þá er þetta kallað fórnalambsvæðing. Já, þá er þetta bara hætti að væla, gerum Ísland frábært aftur, þú veist bara, En svo eru þeir mestu fórnalamb. Það má ekki segja neitt, það verður alltaf þagga niður í manni og svo fer einhver og setur stólinn fyrir dyrnar, allir svo bondir við mig, má ég ekki segja þetta í friði. Tjáningafrelsi virkar í báðar áttir, sko. Já, en ekki á þeim virkar bara í aðra. Nei. Vilja fá að vera rasistar og fasistar í friði, en einhverjur til dæmis gagnrýna Ísrael, þá bara banna það. Þetta fyrir að síður á Íslandi, í Bretlandi og í Bandaríkjunum var ég mjög var við þetta. Já, það er alltaf stimpla sem antisíónismi, þannig að já. Þetta er en það er einmitt náttúrulega þegar þú myndist á ástandi þá náttúrulega voru ég meina í þá daga þá voru til dæmis konur sem að giftust erlendum mönnum voru stimplaðar landráðsmenn. Þetta er náttúrulega... Og hvernig var til dæmis þegar herinn kom þá voru sko átt að vernda íslensku konu frá lituðum hermönum sem að vátti alveg. Þetta sko, ástæðan fyrir þetta skiptir okkur máli þó þetta hefur verið 80 árum að þá er það að sko, þetta, eins og þú komst inn á, kynslóðatráma. Mikið af börnum þessa fólk, þessar kvenna sem var sko samfélagið bara útskúfaði. Hvar lendu þessi börn? Og barnabörnin. Þau lenda mörg á þessum heimilum sem að þetta bara vegna þess að þetta er vítarhringur, kynslóð. Og fá jafnvel ekki að vita uppruna sinn og eru búin að tína. Nákvæmlega. Og svo var líka á þessum tíma sko, sem betur fyrir breyst sko, það var bara verið að hrifsa börn af fólki því að var sko, við fátæktamörk. Fátæktamörk fordóma. Já, ok, kannski bara betur að gefa peninga eitthvað. Hvernig verður bara að styðja við hana styðja fjölskylduna Nei, taka börnin í mikinn. Og þetta bara viðgerst sko. Fólk bara að loka inn og alls konar og allir voru bara eitthvað fávitar og aumingjar og eitthvað. Þetta er bara sko aftur til 2000. Já, þetta er bara nútíminn. Þetta er bara, þetta er mikið eins og til 1900 eitthvað sko. En svo bara, mig ekki að væla svona mikið. Akkur er ekkert verið að tala mig, það er ekkert verið að tala mig í þessu, ef við ekki banna það bara. Það er alltaf verið að tala þetta lið. Einmitt, það er alltaf Já, þetta er svolítið stemningin. Já, einmitt, ég veit það. En mér langaði líka, ég sá að það var undirskriftalisti til að mótmæla fangabúðunum fyrir fyrir börn á flótta. Brottfarastöðinni. Já, akkurat. Fjölskyldubúðir. Þetta hljómar eins og vatnaskóur eða eitthvað svona, sko. Sjálfsögðu. Ég nefnilega, mér er svolítið áhugaverð, sko, því að nú er náttúrulega, fólk hefur náttúrulega orðið fyrir vaxandi vaxandi vonbrigðum með Viðreisn. Þetta er tungubrjótur. Já. Vonbrigðum með Viðreisn. Vaxandi vonbrigðum með Viðreisn. Af því að náttúrulega Viðreisn hefur svona gefið sig út fyrir að vera svona mannréttindaflokkur, en það er greinilega farið í manngreiningar álit. Og þau er að keyra á það núna að loka mannréttindaskrifstofu Já, eða setja hana undir eitthvað annað. Þetta er eitthvað svona tilraun þeirra til þess að þykjast ekki alltaf að gera það, sko. En þau eru svona veifa voða mikið hinsegin fánum núna, svo að maður hoppa einhvern veginn á þá. Það er náttúrulega eitthvað hinsegin fólk innan þeirra raða og allt þetta, sko. En það er svona,
En Ég meina það líka hins veginn fólk sem hefur keyrt hatur áfram hatur Já, ég meina það. Við nefnum ekki nöfn. Nei, ég legg mig fram við að nefna þetta hyski ekki á nöfn, sko. En, sko, þú veist, þannig að, en svo eru þau mitt alltaf með þess að fána en alltaf leggja henni í marg nei, þetta alltaf leið, við ætlum að setja undir velferðarsvið. Bara, eitthvað, hvað meinið það er dýrara, það er óhagkvæmt, þetta á bara að vera sjálfstætt og ég meina, hvað meinið þið? Þetta ekki kalla eitthvað mannréttindaflokk að gera þetta? Þetta ég voðalega áhyggjur vegna þess að ég er búin að vera að horfa á Bandaríkin og Bretland mikið vegna búandi í Bretlandi og gegnum bandarísku fjölskyldum mína að sko Bandaríkin fóru sko til anskotans ansi fljótt. Bretland núna farið, sko, þú ert með verkamannaflokkin, þeir eru að éta upp, sko, delluna sko, þessa flóttamanna grílu sem búin að búa til og viljandi rugla saman eins og maður sér þetta vera að byrja hérna á Íslandi, að vera að rugla saman viljandi flóttamönnum sem sára lítill fjöldi og innflytjendum. Sem að sko án innflytjenda þá myndi bara samfélagi hrynja hvar sem Bandaríkjunum, Bretlandi, Íslandi og þróunin orðin ansi slæm í Evrópu, Bretlandi og mörgum löndum og meginlandinu og Ísland og Norðurlöndin hafa fyrir utan Danmörk sem að byrja á þessu svolítið snemma að það hefur verið reynt að halda í það að taka ekki þátt í þessari dellu. Núna sko hverju flokkarnir á fætur öðrum, því miður krataflokkar, sko að éta upp sko stefnu sem þótti sko svo öfgafull sko hægri stefna fyrir 10 árum að íhaldsflokkar kom ekki nálægt henni. Nú eru það sósíaldemókratísku flokkar að gera þetta. Og við sko þessi að við eigum að vera með vinstri stjórn hérna. En sko það sko þessar breytingar og þessi fangabúðir og allt það og sko við erum að tipla í áttina þessu og vandamáli það þú ert að tipla þannig að þú kemur að hengiflögin og þá er þetta svo erfitt að laga það tilbaka. Það er best að toga núna áður við förum fram að hengiflögin. En sáu ekki, þau sagðu líka bara eitthvað, börn verða ekki vistu þarna. Þannig að þetta bara slítið sem til fjölskyldur, sko. Það það betra? Sem er ekki verra. Talandi kynslóðatráma og eitthvað. Er ekki hægt að setja eitthvað barnaheimili út á landi? Örglega, sko. En hérna, ég var að því að við erum að tala svona söguna og tengið allt saman, hérna, þegar þú varst að segja áðan, að því ég glemdi hvað ég ætla að segja, svo myndi ég aftur. Þegar þú varst að tala hérna þegar var verið að vernda íslensku konurnar frá erlendu hermönunum, sko. Núna er verið að vernda íslensku konurnar frá transkonum í íþróttum og búningsklefum. Þannig að kemur allt í einu eitthvað svona verndum íslensku konurnar frá einhverjum óvinni, veist. Og það kemur, þetta svona endurtekið þema, bara við erum að vernda þær frá einhverju öðru. Þetta þetta bara gamla afturhald skoðanin það að sko konunum sé að það þurfa að vernda konurnar. Já, við erum brothættar. Já, það eru brothættar, sko. En við erum ekki að biðja þetta samt, sko. Ég er ekki hrædd við transkonur, ég er hrædd við karlmenn. Ég er hrædd við þá sem ætla að vernda mig frá transkonum. Ég get alveg sagt ykkur, ég myndi frekar að fara ég fer reglulega í heitan pott með transvinum mínum, en ég myndi forðast eins og heitan eldin að fara í heitan pott með miðflokksmanni. Já, en skóabirni, hvort myndir þú fara í heitan pott með skóabirni? Já, bara skóabirni, sko. Mér finnst best að fara ein í heitan pott, en ég er mjög Já, ok, ég skil. Já, það er kannski bara ég. Nei, þú ert ekki ein. Nei, ég er ekki ein. Okay. Veit ekki alveg með skóabjörn, en hérna, Ég veit ekki hvernig þeir haga sér í heitum pottum. Já, þetta er svolítið eins og kosningaprófið, þú veist. Já, mega fullkomis sens. Já, einmitt. Ég hefði viljað svona spurning í kosningaprófið. Já, miklu skemmtilega. Með
ekki þinn flokk, mátt ekki velja þinn flokk, með hverjum færur helst í heitan páfa. Já, og númerað 1, 2, 3. Já, akkurat, það Getum við ekki verið hamnað? eitthvað. Já, gerum við það. Já, við erum sér að fara að gera nýtt kosningapróf sem gefur mun raunsannari mynd af hvað þú átt að kjósa. Ættum maður að kjósa fólk? Já, fólk 100% sko. En hvernig haldið þetta fari? Hvað erum við að fara út í Reykjavík? Af því við erum allur Reykjavík, þá hvað? Já, ég vona bara að við fáum að vera öll saman í vinstri stjórn. Það þarf, ég held að við þurfum sko það þreyta af samfylkingunni, það alveg ljóst og hún endur búin að vera í stjórnvald það lengi, en það breytir því ekki að það er miklu skárra, það er miklu betra að hafa þá í sko að það verður ekki myndaður meirihluti, svona mannsæmandi meirihluti í borginni nema með samfylkingunni innanborð. En það má alveg gefa þeim frí frá borgarstjórastólnum. En það væri alveg hægt að hafa samfylkinguna, vinstrið og svo þá sem komast inn Pírata, sósíalista. Þá ertu komið bara þrusu fínt teimi. En bíðið eftir kosningar að þá eftir að vera að tala það að það ekki hægt að vera með margra flokka meirihluta. Meirihlutin hjá borginni núna það eru 5 flokkar, það gengur mjög vel. Og sko, pluss það er ekki verið að tala alltaf að sé allt í einhverju volli og það sé allt ömurlegt og borgin sé á hausnum og það er ekki búin að sannfæra sko, mikið reykingum og nágrannsveitarfélögin að Reykjavík sé einhvern veginn svo illa rekið og hún sé bara leiðin í gjaldþrot og maður svona, hvaðan kemur þetta? Vinstrimenn kunni ekki að fara með peninga? Nei, menn Reykjavík er ekkert illa rekin, sko. Nei, og svo líka, þetta er alveg sem í skóla, það er alltaf að tala skólakerfið hrunið. Það er bara frábært starfi gangi í skólum í bænum, sko. Seltjarnarnes að fara á hausinn. Já, Seltjarnarnes að fara á hausinn og það er einhvern veginn, við tölum aldrei einhvern alvöru sveitarfélögin sem stjórnað af hægriflokkum, sko. Þú veist maður svona, hvers fyrir peningarnir ykkar? Munið eftir Keflavík og Reykjanesbæ. Þau eru nú... Þeir eru ennþá að berjast við sko eftir Árni Sigfússon sjálfstæðismaður með meirihluta seldi allt fjölskyldusilfuri. En nú er það að mælast mjög vel það. En er það ekki bara því að núna það er svo áberandi svo mikið af innflytjendum í Reykjanesbæ, þá er hægt að kenna þeim það að það sé allt í einhverju gamalli súpu sem er miklu eldri heldur en þeirra viðvera á staðnum. En minn draumur er bara fjölskipað stjórnvald inn í borgarstjórn, en það er allt svo pólariserað, það er ekki raunhæft því miður. Ég held að við sjáum samfylkingu og sjálfstæðisflokk í meirihluta því miður eftir kosningar. En þess vegna bara allt fylgi sem að fer á samfylkingu og eitthvað annað er fylgi sem að ýtur undir að það verði einhvers konar vinstri meirihluti. Þá, þeir sem að vilja ekki hægri meirihluta ættu ekki að vera að eyða atkvæði sínu í samfylkinguna heldur lengra til vinstri. Já. Já. Nei, og svo líka bara allir sem málflokkar, þú veist, geðheilsa, aðlögun, innflytjandi, þið allt og margir í einum skóla sem kunni ekki íslensku, allt, þú veist, sannleikskornin eru tekin og búin til úr þeim einhver skrimsli sem ekki skrimsli, en við þurfum að geta safna saman sannleikskornunum og leyst úr því sem eru mögulega vandamál í alvörunni. Af því að maður getur ekki sagt að það sé ekki alls konar þjóðfélagsbreytingar búin að sést á alls konar hlutir sem eru, þú veist, fólk í vanda og hitt og þetta. Það þarf að geta tekið þetta út úr þessum upprópuna TikTok, ruglu, kjaftaðis fasa og bara þannig er bara samfélagið svolítið sko. Það er alltaf þessar upprópanir og bara fyrirsagnir. Já, mitt og fólk hefur svo lítið athyglisbann þannig að það er svona Framsókn bara mætt á smitten. Ég sagði allt í einu bara eitthvað Framsókn lægt, ég bara opnaði bara Einar Þorsteinsson, ég bara hvað er í gangi? Ég bara þetta hlýtur að vera grín, svo las ég og ég bara þetta er örugglega ekki grín. Nei, konan hans var líka með TikTok eitthvað svona fyrir maka frambjóðanda svona Svo bara gæti óselt gaur sko, kom inn í eitthvað kortið til að skilja ársreikning sem hann átti enga þátt í sko. Voru ekki rosalega margir kennarar sem sögðu upp þegar hann var borgarstjóri. Það má alveg gefa þeim frí.
Mér þykir vænt litlu flokkana en maður kannski ég er ekki mikið eftir sjá Framsókn held ég á borgarstjórn. Er þetta ekki örugglega reiðaborðið? Þetta er reiðaborðið, Þetta byrjum með þannig þátt, það er reiðaborðið. Já, einmitt, það er vel skipað aktivistum. En já, þetta er við kannski tökum. Það var náttúrulega eitthvað blásið upp mál Heiðu í gær. Já, með kortið. Já, með innkaupakort. Ég sá nú ekki að það yrði að neinu, ég veit ekki. Er ekki núna allir að reyna að fiska í einhverju svona til þess að koma með svona búm á eitthvað? Ég meina, ég heldur sem öll sammála að það þurfa að fara vel. Það þurfa vel með fjármuni borgarinnar. Og sannarlega, ef að hún hefur misfarið með peninga, að þá ætti hún að þurfa að sæta einhvers konar ábyrgð fyrir það, en ég hef ekki ennþá séð neitt sem að bendir eitthvað til þess að þetta sé annað en einhverju flokkar að ráðast á Samfylkinguna, sko. Mér finnst mjög ólíklegt að Heiða sé eitthvað korter í kosningar, eitthvað, ég ætla að fara að nota peninga, þetta bara meikar ekkert sens. Nei, ég held meiri sér líka, þetta geti líka bara verið armurinn sem kom Pétri að, sko, sem geti verið að hnýta í hana, sko. Heiða bara, nú ætla ég bjóða allavega fyllir í. En mjög áhugavert að Dagur B. notaði kortið aldrei á þessu 1,5 ári sem hann var borgarstjóri. Hann var klár, sko. Það er vandamáli það að menn verða, þeir eru í opinberum stöðum. Það eru dæmi það sem stjórnmálamenn sæta ábyrgð. Til dæmis norskur ráðherra þurfti að segja af sér vegna þess að hann eyddi eitthvað 20.000 kalli sem að tali til eigin þarfa. Út með ráðherran. Hérna sita menn í sukki og sita sér fasta. Þess vegna verða menn að passa sig á því. Og það eiga að vera reglur. Ég til dæmis sé ekki ástæðu fyrir því að til þess að koma í veg fyrir að svona komu upp. Eins og ég segi, ég tek undir að ég hef ekki séð mikið að vera að blása þetta upp. En til þess að koma í veg fyrir þetta, þá eiga menn ekki að vera að nota kort borgarinnar í, til dæmis, ef þú ert að taka einhverja opinberum og erindagjörðum á veitingastað, ég held að veitingastaðurinn, það væri vel hægt að setja upp einhvers konar afborgunarkerfi þannig að veitingastaðurinn sendi borgin reikning. Þetta er ekki mjög flókið. Og ef að það er verið að gera, svo er líka hægt að vera með til dæmis að ef að menn er með eigin útgjöld í sambandi við vinnu sína, ég þekki þetta þegar ég var að vinna fyrir stórfyrirtæki þá var ég að borga reikningu og síðan sendi ég minn expense account inn og þá þurfti ég auðvitað að gera grein fyrir allir slíku. Vandamáli er það að menn eiga að reyna að passa sig á því að vera ekki með kort sem bara borguð þegjandi og hljóðalaust af einhver staðar. Og ég er alls ekki að saka Heiðu þetta. Ég held að Dagur fattaði þetta líklega. Ég er ekki að segja, hann hefur örugglega tekið jafnmarga í dinner á vegum borgarinnar. Hann bara fattaði að það verður að fara varlega með svona. Og ég held að það sé að lært, en ég sé ekki fyrir mér að þetta sé eitthvað, það er ekki komin einn gögn það. Og ef það verður, eins og við segja, ef það verður eitthvað misfarið með fjármuni, þá verður mann að sæta ábyrgð. En þarna séum líka þess að kynjuð umræði, af því að það kom líka fram að Einar hefði notað korti fyrir eitthvað og hann bara, já, ég notaði bara að ég var í útlöndum. Maður svona, ok, veist hvað, en hvað varst að gera með korti í útlöndum? Það var nú bara einhverju gæjar, einhverju íþróttahreyfingu á strippbúlum og eitthvað með KSÍ-korti. Ég meina, þú veist, það skiptir máli líka að nota kortið út í útlöndum. Varst að barnum, þetta var erlendis. Einmitt, þú veist, maður svona eitthvað, af hverju þetta bara einhvern veginn slegið út, en Heiða þarf að, það er augljóst, sko. En líka bara allt sem gerist svona tímyndir í kosningar er dulfullt. Já, ég meina, þú veist, líka bara. Algjörlega. Ef þetta hefði komið upp og Einar væri sem sagt borgarstjóri núna, það hefði aldrei mál. Þetta hefði aldrei mál ef þetta hefði verið karlmaður í þessu stöðu núna, verandi borgarstjóri og komið með eitthvað svona. Ég er sannfærður að Einar hefði ekki verið sem stöðu, en það sjáu það líka bara, hann kom með sínar útskýringar og allir bara, já, ok, já, hann bara útlöndum. Það er alveg merkilegt hvað margir hafa komist upp með margt í íslensku stjórnmálasögu án þess að það hafi haft miklar afleiðingar. Ég tek fram að ég reyndi að fá samfylkingafólk hérna, það er alltaf mikið púsluspil að setja saman svona þátt þegar maður er að senda út og biðja fólk að koma, en því miður þau
komist ekki, en ég endaði með þetta frábæra borð hérna, þannig að ég kvart ekkert, en hérna, við erum kannski... En eins og rautt borð. Já, þetta er rautt borð, já, við höfum, það er vel rautt núna. En hérna, já, nú er tölva mín orðin batteríslaus, þannig að ég bara, hérna, get ekki skoða frétti lengur. Já. Er þetta ekki skemmtilegt í fréttum? Já, það er einhver krútfrétt. Einhver skemmtilega fréttir. Kofinn lifir. Já, kofinn lifir, já, við kannski komum með hana svona svolítið... Nýtum hringinn, lokum honum á kofunum. Það er allavega ánægilegt ef að það mál er að leysast. En ætlið þið að taka þennan lánasjóð niður? Er það náðið þið því? Sko, við erum í rauninni bara að krefjast þess að verði gerð frekari endurskoðun á lögunum og það er alveg, þú veist, bókamál. Það verður gert, við verðum með í þeirri vinnu, þannig að markmiðinu er held ég bara náð. Við erum með samstarfsfúst ráðuneyti og öfluga stúdendafulltrúa, þannig að það er alveg góða fréttir frá mér. En hvað með fólk eins og þig sem eru sitið þegar í súpunum, verður þeir eitthvað eftirfylgt? Já, það er náttúrulega umræða sem á eftir að taka, af því að í fyrsta sinn í sögu íslenskra námslána þá erum við með hópa fólki sem fekk engan námsstyrk frá ríkinu og situr uppi með brjálæðislega og hagstæð lán, já, og mikla greiðslubyrði eins og mig. Ég sem vil foreldi PC, ég er ekki með krónu í námslán, ég er alltaf bara foreldi mín, þau bara leka mér, sko. Já, ég mæla ekki með. Nei, ég held að geta enginn mælt með sem hefur lent í að þurfa að taka námslán. En maður verður að læra. En þú veist, en hvernig á maður að læra ef maður fær ekki námslán? Nei, ég meina maður getur lært eitthvað annað, það þurfi ekki alltaf í háskóla. En það er bara... Já, en við þurfum háskóla sem er í skóla lífsins, en við þurfum allt. Við þurfum iðnmenntun og við þurfum eitthvað öllu. Stundum er þetta að vinna með námi. Akkurat, þetta er félagsauður. Já. Hann þarf að vera fjölbreyttur. Já, algjörlega. Við viljum ekki öll vera, kynjafræðingar eða öll vera lögfræðingar eða öll vera sjómenn, við verðum að vera bara alls konar. Já, nákvæmlega. Pláss fyrir alls konar. Sama hér. En heyrðu, ég er sem að slá botnin í þennan þátt ágæta fólk. Ég bara þakka ykkur innilega fyrir komuna. Guðmundur Auðuns, við fáum örglega að alltaf gaman að koma í rauða borðið. Já, bara gott að fá þig og hérna við fáum örglega að heyri þér aftur í vikunni út af kosningunum. Já, ég er alltaf tilbúin. Þú fylgist með puttan og púlsinum. Lísa Margrét, ég náði þessu rétt nú. Ég hafði nefnilega svissað þessu þegar ég skrifaði það niður af einhverjum ástæðum. Þannig að, já. Þú átt eftir að vera andvaki yfir þessu smá tíma. Lísa Margrét, formaður Lís, takk fyrir. Forseti Lís, afsakið. Nú er byrjað að ruglast aftur nú. Heyrðu, Unnar, nýjasti vinur minn á Facebook. Ég er bara gaman að fá þig. Bara, takk sem leis. Og bara gangi þér vel í hérna. Og Marja Hjálmdísdóttir. Bara þakka þér innilega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Heyrðu, og við bara þökkum ykkur áhorfendur og hlustendur góðir. Og við verðum aftur, það verður helgispjall í fyrramálið, það er Björn Þorláks ætlar að tala við áhugaverðan þjóðþekktan mann, það er 9:00 í fyrramálið og svo verður þessi vikuskammtur endurfluttur ef þið eru að hlusta á útvarpi eða horfa í sjónvarpi Símans, en svo verður úrval vikunar sem er svona samantekt á því helsta sem hefur verið við Rauðaborði í vikunni. Svo eru Synir Egils á sunnudaginn og mér skilst að báðir synirnir ætli að mæta og vera með þjóðmála umræðu eins og vanin er klukkan 12:40 á sunnudögum. En ég þakka ykkur fyrir að sinni. Verið sæl.